Já, hingað kominn Andri Snær Magnason. Þér glænýtt smásagnasafn sem heitir Sofðu ást mín. Sko, mér finnst, og það er ljóst að þú ert að skrifa mikið svona þína kynslóð. Og fyrsta bókin var smásagnasafn á sínum tíma og það voru nú meiri svona fantasíur og svoleiðis. En það ertu beinlínis að skrifa einhvern veginn inn í tíma þinnar kynslóðar. Já, ég er reynt að orða þetta þannig að ég læt allar sögurnar mínar, meira sem smásögurnar, Tímakistan, Blái hnötturinn, Lofstar. Þá hef ég skapað heiminn, allan heiminn sem er í sögunni. En í þetta skipti er ég eiginlega að skrifa heiminn sem skapaði kannski mig. Já. Og kannski mína kynslóð. Og kannski það sem að vofði yfir og það sem gerðist. Þannig að þetta er svona kjarnasögur sem fleyga inn í mína ævi en líka minna kynslóðar. Man finnst þetta vera svona býsna persónuleg bók. Hún er alveg langt persónulegust af öllum og í sögunni, hún er svona 99% ég. Flesta sögurnar, ein sagan Legolandi er alveg einn á móti einum. Þar sem ég hreinlega þurfti bara að fá leyfi hjá fólki til þess að fá að skrifa ákveðna hluti. Já. Þannig að hún fer miklu nær mér, miklu nær fólkinu í kringum mig og síðan kannski mínum tíma. En svo eru ýmsir þræðir sem koma til dæmis útrásin þarna og útrásarfólk þarna í allavega 2 sögum. Já, það kemur fleigast svona aðeins inn í. Það náttúrulega mín kynslóð lendir í þessu og ég var að hugsa mikið, þetta var svo mikil klisja, útrásin allt þetta og ég var fastur á flugvellinum í Kaupmannahöfn á Kastrup og það var allt óbærilegt. Þessi hrunið var óbærilegt, uppgjörið, Icesave, útrásin, þetta var allt saman óbærilegt. En svo hugsaði ég, en ég prófa bara að horfast í augu við skrímslið og skrifa sögu sem gerist 1. janúar 2007 og ímyndaður vinahópur sem kallar sig Wild Boys að halda partí í London og sjá hvað gerist. Þannig að sú saga þarna. Þú skrifar. En svo líka kannski þarna partur af þess að skrifa þín kynslóð, þú ert nú dálítið yngri en ég og hún að eldast. Og maður finnur líka fyrir svona... Við erum að ná þroska og... Já, þið reyndar af þessari kynslóð og kannski eins og svo margir núna sem vill ekki elda, sem alveg neitar algjörlega. Já, við erum kynslóð sem vill ekki elda. Nei, það neitar því alveg. Og þykist vera eilíf. En við erum svona komist til valda og við erum komist til áhrifa og kannski erum svona ráðsett og viljum líta tilbaka. En það er líka persónulega hjá mér, þetta er ekkert endilega eitthvað alveg nýtt. Þetta er tónn sem ég hef viljað skrifa næstu í 20 ár. Ég hef átt þennan tón svona í brotum alveg gegnum allan feril. Þannig í rauninni þetta svona undirliggjandi tónn, þessi fantasíurnar hafa allar komið út. En þetta er undirliggjandi tónn sem hefur verið til allan tíman og mér fannst alltaf vanta svona í mitt höfundarverk. Að skrifa meira sjálfa þig og þitt fólk. Já, mér hefur alltaf langað til þess að takast á við veruleikann. Kannski eins og málara langar til að sanna, konseptlistamanni langar til að sanna geti líka málað mynd af fjalli. Að mér hefur alltaf langað til þess að taka veruleikann og glíma við hann, en af því hefur bara aldrei orðið fyrir núna. En þetta er svona kannski, ég veit ekki, ég hægt að tala einhverja kynslóð kannski sem lifir í svona svolítið hugmyndalegu tómarúmi, sko? Uppeldi okkar, það er að segja, við tökum út svona þroska eftir kalda stríðið. Berlínarmúrinn fellur þegar maður er kannski 16 ára. Þannig að það er allavega engin vinstri eða kommunista bylgja eða sósíalista bylgja okkar menntaskólaárum eins og var hjá fyrri kynslóðum. Og í rauninni svona upp úr 20 þá fer maður að skynja að hugsjónin verður frjálshyggjan. Hjá svona mínum vinum og í mínum vinahópi, strákar á mínum aldri. Þeir grípa frjálshyggjuna mjög sterklega og það er það sem er rökrætt í partíum. Það er svona frelsið og allt þetta. Þannig að það verður hugsjónabylgjan og það er ekkert mótvægi til þá við þetta frelsi og síðan fer það eins og það fór. En sagan er ekki endilega greining á því. Hún er á vissuleyti greining en hún er líka bara einhvern veginn svona ferðalega gegnum það að alast upp undir kjarnorkuógninni og trúa því í rauninni ekki að það sé nein framtíð. Að taka út þroska inn í frjálshyggjunni, upplifa síðan hana toppa 1. janúar 2007 og þetta er smá ævisaga kynslóðar, þetta er líka svona persónuleg saga fyrir mig. Já. Sofðu ást mín. Já, sofðu ást mín. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Andri.